Kæri nemandi á menntavistarsviði, hjartanlega velkomin á menntavistarsvið og velkomin í hóp okkar sem höfum lagt fyrir okkur að vinna að menntun, þroska og velferðseinstaklinga í samfélaginu. Ég heiti Kolbrún Pálsdóttir og ég er forseti Menntavistarsviðs Háskóla Íslands. En það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum á síðasta ári í COVID-faraldrinum mikilvægi menntakerfisins. Leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar og frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, íþróttastarfsemi, tónlistarskólar og allskyns æskulýðsstarfsemi gegna alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í lífi barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra. Það skiptir því ákaflega miklu máli að þú hefur valið að mennta þig til starfa á þessu sviði og taka þátt í þessu ævintýralega verkefni að hafa áhrif og bæta samfélagið. Og ég er viss það að þú munt komast að því að námið á menntavistarsviði er ekki eingöngu fræðandi og áhugavert, heldur einnig þroskandi og skemmtilegt. Menntavistarsvið Háskóla Íslands menntar allar helstu fagstéttir til starfa innan menntakerfisins og við sem störfum á sviðinu erum ákaflega stolt af mjög fjölbreyttu námsúrvali en ekki síður þeim frábæra nemendahópi sem stundar hér nám. Við erum líka í góðu samstarfi við önnur fræðasvið þverfræðilegt nám og oft má taka mjög áhugaverð valnámskeið sem hlut af náminu. Kynntu þér því vel möguleikana sem felast í námi á menntavistarsviði, til dæmis með því að rýna vel í kennsluskrá sem finna má á heimasíðu háskólans. En vegna COVID og þeirra óvissu sem við öll búum við nú stundir, þá skaltu búast við því að námið fari fram með fjölbreyttum hætti, í staðkennslu, í rauntíma á netinu og í gegnum fjarfundabúnað. Allt eftir því hvað hentar náminu og viðfangsefninu hverju sinni. Við látum veiruna svo sannarlega ekki stoppa okkur og við höldum áfram að nýta okkur tæknina. En við þessar aðstæður þá er gríðarlega mikilvægt að þú kynnir þér reglulega upplýsingar og skilaboð frá kennurum og samnemendum á Canvas VF hverra námskeiða. Og ekki síður að þú leggir þitt að mörkum með því að taka virkan þátt í öllu því sem fram fer. Og af því að það skiptir mig miklu máli að þér gangi vel, þá langar mig að gefa þér ráð svona rétt áður en þú byrjar. Og það er: vertu við stjórnvölinn frá fyrsta degi, settu þið markmið og skipulagðu verkefnavinnuna þína. Þannig verður námið bæði skemmtilegra og árangursríkara. Ég hveti einnig til að nýta húsnæði skólans eftir föngum til samvinnu og hópavinnu, heimsækja bókasafnið, fjöru og nemendafjölögin í Skúta. Mikilvæga stoðþjónustu er einnig að finna á Háskólatorgi, til dæmis bóksöluna og náms- og starfsráðgjöf og auðvitað hinn skemmtilega stúdentakjallara. Starfsfólk menntavistarsviðs er boðið og búið til að aðstoða þig eftir föngum og greiða götu þína. Þú getur sendt tölvupóst með almennum fyrirspurnum á mvfs@hi.is, þú getur notað netspjallið og svo getur hringt til okkar í síma 525 59 50. En kæri nemandi, ég óska þér góðs gengis í námi og starfi á komandi misseri og enn og aftur innilega velkomin í nám á Menntavistarsvið Háskóla Íslands. Sjáumst við fyrsta tækifæri. Velkomin í Háskóla Íslands og velkomin á Menntavistarsvið. Ég heiti Védís og ég vinn á kennsluskrifstofu Menntavistarsviðs. En kennsluskrifstofa sér þjónustu við nemendur á sviðinu. Ég ætla að fara yfir nokkur praktíska atriði sem gott er að vita í upphafi. En mér langar samt að byrja að segja örf og orð skipulag háskólans. Menntavistarsvið er eitt af 5 sviðum háskólans. Við menntavistarsvið eru 4 deildir: deild fagreinakennslu, deild menntunar og margbreytileika, deild kennslu og menntunarfræði og deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Allir nemendur tilheyra ákveðinni deild og undir hverri deild eru síðan skipulagðar námsleiðir. Ég hvet ykkur til að skoða hvaða deild er ykkar deild og skoða vel skipulagið á ykkar námsleið. Ég ætla nú að fara yfir nokkur atriði sem mikilvægt er að nemendur þekki. Það er fyrst uglan. Uglan er mikilvæg upplýsingaveita. Hún er innri vefur Háskóla Íslands. Lykilorð og notendanafn má nálgast í samskiptagátt háskólans og það er mikilvægt að nálgast það sem allra fyrst til að þið fáið aðgang á uglu og öðrum kerfum skólans. Allir nemendur við HÍ fá netfang og þið þurfið að nota þetta HÍ netfang
í öllum samskiptum ykkar við skólan. En ég ætla nú að fjalla aðeins nánar ugluna, sem sem sagt mjög mikilvæg. Þar getið þið fundið ýmsar upplýsingar, til dæmis námsferilinn ykkar. Þið getið séð stundatöflu, einkunnir og próftablan mun birtast í uglunni. Þið sjáu þar líka yfirlit yfir námskeið sem þið eru skráð í og þar getið þið skráð ykkur í og úr námskeiðum. Þið getið keypt þar prentkvóta og þið komist úr uglunni í tölvupóstinn og námsumsjónarkerfið. Einnig þar hægt að sækja stúdentakort. Það er mjög mikilvægt að þið fylgist með ykkar námsferlum í uglunni, því það er á ykkar ábyrgð að velja þau námskeið sem tilheyra ykkar námsleið. Þið fylgið því skipulagi sem þið sjáið í kennsluskránni núna fyrir ykkar námsleið. Það er það skipulag sem fyrirliggur fyrir skólaárið 2021 til 2022. Síðan ætla ég að segja ykkur frá námsumsjónarkerfinu. Það heitir Canvas. Það er þannig að hvert námskeið á sinn kennsluvef innan Canvas kerfisins. Þar er námsefnið sett fram, kennsluáætlanir, verkefni, þar eru hólf fyrir rafræn skil og þar birtast tilkynningar frá kennurum. Ég hvet ykkur til að skoða canvas.hi.is en þar getið séð nánar hvernig Canvas virkar. Það er gott að vita að það er hægt að hafa bæði uglu og Canvas í símanum. Í Stakkahlíð er menntasmiðja sem aðstoðar nema á staðnum með ýmis tæknimál. Upplýsingatæknisvið HÍ sér líka aðstoðarnemendur og ykkur er velkomið að senda póst þangað og leita eftir aðstoð og þá notið netfangið help@hi.is. Þið getið líka farið á síðu upplýsingatæknisviðs uts.hi.is en þar má finna margvíslegar upplýsingar tæknimál. Upplýsingasviðið heldur utan ýmsar upplýsingar sem þið getið séð betur á síðunni hjá þeim. Til dæmis ef ykkur vantar upplýsingar þráðlausa netið, aðgang að tölvupósti, aðgang að Office 365, en allir nemendur háskólans hafa aðgang að Office 365 eða einhverja aðra tækniaðstoð. Ég hvet ykkur til dæmis til að tengjast þráðlausa netinu okkar og ef þið þurfið nánari upplýsingar þráðlausa netið þá er það hægt að finna þær á uts.hi.is. Menntavísindasvið er með eigið bókasafn í Stakkahlíð. Þar er hægt að fá margvíslega aðstoð, til dæmis við heimildaleit og þar má líka finna tölvur og prentara sem nemendum er velkomið að nota. Það er góð vinnuaðstaða á bókasafninu og auk þess eru ýmis opin rými í Stakkahlíð sem nemendum er velkomið að nota. Ritverið er staðsett á bókasafninu. Þar geta nemar fengið leiðbeiningar við skrif verkefna, bæði lokaverkefna og styttri námskeiðsverkefna. Hægt er að bóka viðtal á ritver.hi.is. Veitinga- og kaffisala er í Hámu í Stakkahlíð. Þar er hægt að kaupa heitan og kaldan mat og veganrétti. Námsefni í námskeiðum birtast í Canvas námsumsjónarkerfinu en bækur er hægt að kaupa í bóksölu stúdenta sem er á Háskólatorgi. Ég vil vekja aðeins athygli á námsráðgjöf Háskóla Íslands. Þar er hægt að fá stuðning og þjónustu og ráðgjöf nám og störf að námi loknu. Náms- og starfsráðgjöfin er á 3. hæð á Háskólatorgi og hægt er að panta tíma með því að senda póst á ráðgjöf@hi.is. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en ég vil minna aftur á þá fjölbreytta þjónustu sem nemendur geta fengið á kennsluskrifstofunni. Kennsluskrifstofan aðstoðar og veitir ráðgjöf allt sem varðar nám og kennslu. Við getum til dæmis aðstoðað ykkur við skráningu í og úr námskeiðum, skoða með ykkur ferlana fyrir brautskráningu. Þið getur fengið okkur upplýsingar vettvangsnám, mat á fyrir námi og skiptináms og eitthvað sem nefnt. Ég vil ítreka við ykkur að nemendur bera ábyrgð á skráningunni og að vera skráðir í rétt námskeið. Ef þið lendið í einhverjum vandræðum, hvet ég ykkur til að hafa samband við okkur á kennsluskrifstofu. Þið getið alltaf sendt okkur póst á mfs.hi.is eða haft samband við okkur í gegnum síma
eða með því að fara á netspjallið. Ég vona að þið hafi gaman af náminu sem þið eru nú að hefja og ég bið ykkur að hika ekki við að hafa samband við okkur á kennsluskrifstofu ef við getum eitthvað aðstoða ykkur. Gangi ykkur vel. Sælir kæri Nínumar og velkomin í Háskóla Íslands. Ég heiti Rósa Halldórsdóttir og forseti sviðsráðs menntavísindasviðs og ég vildi bara aðeins fá að kynna fyrir ykkur stúdentaráð og okkar sviðsráð. Stúdentaráð samanstendur af 17 fulltrúum sem kallast stúdentaráðsliðar og eru kjörnir á ári hverju í svokölluðum stúdentaráðskosningum. Eins og kerfið í dag eru 3 fulltrúar á hverju fræðisviði nema 5 fulltrúar á félagsvísindasviði vegna þess að það er stærsta sviðið. Fulltrúarnir eru ákvarðaðir í samræmi við fjölda nemenda á fræðisviðunum og fulltrúar ráðsins fá sæti í samræmi við hlutfall kosninga. Forsetar sviðsráðanna 5 mynda svo saman stjórn SHÍ ásamt forseta og varaforseta ráðsins sem markar stefnuna sem sviðsráðin sjá svo að fylgja eftir. Stúdentaráð samþykkir stefnu sem það vinnur eftir í hagsmunabaráttu stúdenta og í samræmi við hana gefur það frá sér yfirlýsingar, umsagnir og ályktanir og sú vinna oft falin skrifstofu ráðsins en það eru undantekningar á því. Nefndir sem heyra undir stúdentaráði eru 9 talsins. Það er annars þau verkefni sem ráðið felur þeim og önnur tilfallandi verkefni. Þetta eru sem sagt við stúdentaráðsliðarnir ykkar á menntavísindasviði og það er ég, Erlingur og Rannveig Klara og svo sitjum við líka í sviðsráði og þar sitja líka Hera Richter og Sóli Arna. Og við erum hérna sérstaklega til að einbeita okkur á því að gæta hagsmuni ykkar innan menntavísindasviðs. Þannig að ef það eru með einhverjar spurningar eða viljið spekulera í ykkar hagsmunum, bara endilega senda okkur tölvupóst á studentmfs@hi.is. Það er líka hægt að hafa samband við okkur og fylgjast með okkur á Instagramin okkar sviðsráð MFS eða á Facebook sviðsráð menntavísindasvið SHÍ. Og svo er alltaf hægt að hafa samband við nemendafélögin sem geta beint ykkur til okkar. Hægt er að hafa samband við nemendafélagi Tuma inn á nemendafélagi Tumi á Instagram og nemendafélagi Tumi á Facebook. Hægt er að hafa samband við nemendafélagi Kennó á Instagraminu þeirra Kennó MFS og Facebook félag kennaranema. Og svo er vatnið með Instagram síðuna sína nemendafélagi vatnið. Ég ætla einnig aðeins að kynna fyrir ykkur stúdentakort ef þið hefur áhuga á að sækja slík en það er sótt það inn á Ugluvefnum. Það er hægt að sækja með eða án aðgangs og þá er þess hægt að fá aðgang að byggingum þegar þær eru lokaðar og það veita ýmis afslátt á 49 stöðum og hérna er smá mynd til að sýna ykkur hvernig þið nálgist stúdentakort inn á Uglu. Að lokum vildi ég benda ykkur á að sviðsráðið og nemendafélögin ætla að setja skúta núna út nýnemavikuna og hægt er að koma til okkar til að athuga með upplýsingar og skrá sig í nemendafélög og einnig skrá sig í svona nýnemaveislu sem verður í lok vikunar. Takk fyrir.